Jólasveinar.is kynna með stolti jóladagatal Hurðaskellis og Skjóðu. Hurðaskelli, við þurfum að segja góðan daginn. Góðan daginn, kæru gestir, og verið hjartanlega velkomin í jóladagatal Hurðaskellis og Skjóðu. Hún svo upptekinn, ég sé alveg að hverju. Í dag 4. desember og þau ætla að byggja piparköku jólatré. Hurðaskelli, í dag ætla ég að kenna þér að borða piparkökur. Að borða? Ég kann alveg að borða piparkökur. Ég sagði ekki borða piparkökur, ég sagði baka piparkökur. Nei, þú sagði þessi, jæja, allavega skiptir ekki máli. Jæja. Við ætlum að búa til jólatré. Við ætlum að búa til jólatré úr piparkökum. Þú skalt byrja á því að fletja út deigið eins og pönnukökur. Fletja deigið út eins og pönnukökur? Ég þarf að fletja það. Við erum með svona tilbúið deig úr IKEA, en það sniðugt að setja smá hveiti undir til þess að festast ekki við borðið. Ertu búinn að fletja deigið út eins og pönnukökur? Nú ég búinn að fletja deigið út eins og pönnukökur. Og þá búum við til jólatré. En það ekkert jólatré. Ég veit það. Við þurfum að búa til fullt af svona stjörnum til þess að geta búið til jólatré. Já, þetta snjörnur, ég alveg til það. Við ætlum að búa til svona stjörnur og snjókorn og ský eða eitthvað. En við ætlum að búa til 3 af hverju. Já. Ég byrja hér. 1. Þarna, þá kem ég einn í hérna, alveg hérna á kantinn. Við þurfum að nýta þetta vel, sko. Svo þurfum við að setja þetta á bökunarpapír og inn í ofn. Hurðaskelli, Já. Ef við ekki setja allar stjörnurnar sem eru eins liðlið, svo sé auðveldara að sjá hvað við erum komið margar. Jú, ég til að ég rétti þér hér og þú svona ítir þeim til. Allt í lagi. Nú erum við sko búin að baka piparkökurnar. Já, sko, það var sko, það var eiginlega ég sem bakaði þeim. Já, en ég smakkaði deigið. Já, þú varst mjög duglega að borða þær á meðan ég var að baka þær. Ég gerði svona stóra snjörnu og ég gerði líka litla snjörnu, mástu, og svo gerði við pínlitla snjörnu. Svo gerði ég nokkuð svona hringi, en það var nú bara því ég vissi að þú myndir borða þær. Og þá með... Það var mjög fínt að borða þær. Nú væri mjög fínt að þú myndir flokka piparkökurnar, 3 og 3 saman, 3 hérna, 3 hérna, 1. Og ég skal bara eiga allar sem eru afgáð. Nú máttu blanda svona grænan matarlit í glasúrið. Það sem við ætlum sérst að gera er að búa til jólatré úr piparkökunum. Þó við höfum bara búið til svona stjörnur. Ég er svona einbeittur, Skjóða. Maður verður að passa sér að fara ekki í fötin. Veistu hvað ég er að hugsa um? Hvað ert þú að hugsa um, Skjóða mín? Þetta er þáttur númer 100, sjá hvað ég menn! Vá, hvað spennt! Þetta er þáttur númer 100! Já! Skjóða, erum við búin að gera 100 þætti? Já! Það er nú skemmtilega. Það er búið svo gaman að vera með þér, maður. Já! Stömmu leiðis! Við finnum að halda saman saman bara að gera jóladag, það eru bara marga hætti viðbót. Já, allavega 100 í viðbót. Já, allavega 1000. Allavega 1.000.000. Já, allavega... Hvað er þetta milljón? Allavega trilljón. Allavega siljón, grilljón, brilljón. Það eru margir. Skjóða, þá er ég búinn að hræra og allt er grænt. Og ég er búinn að kíkja piparkökurnar sem ég var að borða. Já, og hvað gerum við nú? Það ætlum að byrja á stærstu stjörnunum. Sko, það var best ef að þú byrjar hérna á stærstu. Já. Og málar kannski þessar 2 hérna, græna. Já. Veistu hvað við gerum núna? Hvað? Nú ætlum ég að setja þessa köku áður en það þornar ofan á hina kökuna, svona pínur svona skakkt til hliðar. Svona. Svona? Já. Þá festast hún í. Hún á að festast í. Svo tökum við næstu stærstu ofan. Næst stærstu. Má þessi líka fara ofan á? Já, þessi má fara ofan á og svona skakkt, sérðu svona. Skakkt, ég ætla að gera skakkt. Skakkt. Svona.
Þetta pínu svona eins og að drullum alla. Já, næstu því. Ég tek hérna litlu smjörnina. Erum við komin í minnstu? Þetta sko algjör piparköku samloka. Ég með segir þetta. Það er nú bara svo jólatré. Þetta er jólatré. Svo er kannski hægt að skreyta með svona, þegar þetta er þarna, þegar maður kannski sett rauða púta, svona eins og jólakúlur, eða hvíta rönd, svona eins og snjó eitthvað. Svona eins og flossykkur. Já, og svo er hægt að borða þetta líka. Alveg eins og piparkökuhús. Já, passaðu skjóða minn, þú farið bara í magan og þú borðað meira. Já. Þetta var nú skemmtilegt. Herri, nú fyrir að leiða þess að þarna og við kannski sýnum löglegt að mynda þessu eftir. Kæri vinir, við þökkum fyrir í dag. Við þökkum fyrir í dag. Í 100. skipti þá segjum við takk fyrir okkur. Kveðja, hurðarskellir og leiðindaskjóða. Alls ekki leiðindaskjóða samt. Jú, þetta var sko 100. þáttur. Já, mjög skemmtileg skjóða. Já, fyrst segir maður alltaf hurðarskellir og svo leiðindaskjóða. Og skjóða. Já. 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 Svo viltu meira? Já. Er það ekki flott hjá þeim, þetta fallega piparköku jólatré? Og hugsið ykkur, það er hægt að búa til mörg svona. Núna er bara hægt að byggja heilan ævintýraskó úr piparköku jólatrjám. En við þökkum kærlega fyrir okkur í dag og hlökkum til að hittast aftur á morgun, 5. desember.